það skiptir töluverðu máli þar sem verður að gera á Sólheimum í Grímsnesi og þar hefur í allt sumar staðið yfir ein samfelld menningarveisla. Nú sér fyrir endan á herlegheitunum, þar að segja menningarveislunu. Ég held að henni ljúki komandi helgi og Herdís Friðriksdóttir, hún á Sólheimum og kann að segja okkur eitthvað menningarveisluna. Er þetta ekki rétt hjá mér, Herdís, að þið eru að ljúka þessari svokölluðu menningarveislu komandi helgi? Jú, það er rétt hjá þér. Við ætlum að vera með lífrænan dag núna á laugardaginn. Já. Segðu okkur frá honum. Og ætlum að bjóða bara til veislu. Já. Og það verður ýmislegt í gangi. Við verðum með Ragga Bjarna, vel annars. Já. Kannastu hann? Allir kannastu Ragnar Bjarna og þá ekki Þorgeir með honum líka eða hvað? Þorgeir Ástásson með. Spilar undir? Alltaf. Já. Þeir eru miklu vinir Sólheima og mjög vinsalir og verður í kirkjunni 2:00 á laugardaginn. Já. Og ljúka þessari flottu menningarveislu sem hefur verið í gangi núna í allt sumar. Já. Og það verður... Já. Það verður eitt og annað í boði. Það verður opið á Grænu könnunni og það verður markaðstjald, það sem verður boðið upp á smakk, ýmislegt svona lífrænt. Já. Grænmeti og það verður leikir fyrir börn á allum aldri fyrir utan Grænu könnuna. Kemur fólk frá Vorsabæ, tveimur undir börnum. Já, með hesta, já. Þannig að það er alltaf mjög vinsælt og það verður söng og gleði í Tröllagarðinum. Hefur þið heyrt hann? Já, ég hef heyrt af honum. Það er sem sagt grænmetisgarðurinn okkar og það verður ræktað, það er lífrænt ræktað grænmeti og það verður búið til nornaseiði. Já. í potti, þess að fólk getur fengið að smakka og bara það verður góð stemning þar. Man gítar að söng og Reynir Pétur ætlar að segja sögur og gefa smakk. Gefa smakk. Já. Og það sem kannski best af öllu er líka að það er alltaf ókeypis aðgangur hjá okkur og auðvitað allir velkomnir. Jú, allir velkomnir. Að gera kíkja. Þetta er svona síðustu forvöð. Já. Að koma og kíkja á sýningarnar. Við erum með sýningar í Sesseljuhúsi og svo er sýningin hans Reynis Íslandsgönguna. Já, auðvitað. Hún er í gangi ennþá og svo listasýningin í Ingólfsstofið og hún er líka mjög falleg og svona síðustu forverð að skoða þá munið þegar þeir eru allir seldir og verða bara sendir. Já, til sínu eiganda svo. Já, eftir helgi. Já. Og þetta er sem sagt á laugardaginn núna, næsta 13. ágúst frá hádegi og fram til kvöldmatt. Já, fram til 6. Já. Þetta verður bara gaman. Við vorum svo sannarlega sem flestir gefið sér tíma til að líta við á Sólheimum og bestu þakki fyrir þetta stuttaspjall Herdís og gangi ykkur vel. Já, takk fyrir. Blessuð. Já, þetta var rödd frá Sólheimum, Herdís Friðriksdóttir þarna aðeins að segja okkur frá því sem er að gerast helgina. Menningarveislan, hún er búin að vera í gangi í allt sumar, alls konar viðburður í gangi. Og nú er það laugardagurinn 13. ágúst, þá er þessari veislu í sumar að ljúka og það verður mikið að vera eins og þarna kom fram í spjallin okkar Herdísar.